Hello, Bókabúðs besties. Hi, Bókabúðs besties. We missed you guys. Ángríns. Alltaf ég hef gaman að koma inn einu sinni í mánuði og tala við ykkur. Já, og alltaf gaman að búa með eina bók og vera þá að fara Í næstu. í eitthvað nýtt. Það alltaf jafn skemmtilegt. Og alltaf mikið svona, oh my god, ég klára að heyra bók. Veist hvað meina? En Það svo satisfying. það það. Já. Það eitthvað ógeðslega satisfying við þetta. Þessi bók, hún bara búin að sitja á topplistunum á Storytel Allt sumar. allt sumar. Já. Og við vorum báðar, þú byrjar eitthvað aðeins að hlusta á hana á Bali, Já. ég byrjaði að hlusta á hana þegar þú varst með á Bali, að ég sá hún var efst og ég var svona, já, bara spennandi, eitthvað svona. Ég var búin að sjá bara svo mikið um hann á TikTok líka og eitthvað. Var það? Já. Ég var ekkert búin að sjá hana, Ekki? sko. Nei. Ég var ekki búin að sjá plottið eða hvað hann var. Nei, Ég var búin að sjá svona coverið og hvort þú fílar þetta cover eða þetta cover og eitthvað skilur. Ok. Þannig ég var svona að sjá þetta gett mikið en ég var Svona svona, umræðu, já. En ekki plottið. samt. Nei, ég var ekkert búin að sjá neitt en ég bara tristi Storytel og var eitthvað svona, já, þú veist, byrjaði eitthvað svona aðeins að hlusta. Datt svo eitthvað svona smá út, bara því að, þú veist, sumarfríi kom og eitthvað svona, þú veist, að koma eftir inn í rútínuna að, þú veist, bara muna að kveikja á þessu þeirra göngutúru og eitthvað svona. Og en líka þegar við vorum ekki búin að tala saman, en samt vissu við báðar, við vorum eitthvað svona báðar að hlusta á þetta smá. Já. Svo, þegar við vorum svona, ok, bara nú veljum við okkur að bók saman til að hlusta á. Svo vorum við bara eitthvað, það alltaf að tala um yesteryears. Tökum hana bara, þótt við byrjum, veist, þetta átti ekki endilega að vera... Nei, þetta ætlaði bara svona auka bókin mín. Já, þú veist, einmitt. já. En það voru ógeðslega margir, setti mér story á Instagram, bara hvað það að hlusta á? Ógeðslega mikið af ykkur var að hlusta á yesteryear, að búið að hlusta yesteryear. Þannig að við vorum að segja, ok, þá bara klárum við hana og við höldum áfram, skilur, og we see where this goes. En þetta eina af þessum bókum sem ég var svona allan tíman eitthvað, hvað plottið? Ég líka. Hvað Hvað plottið? Bara Ég so var svona ekki að confused. vona að það væri eitthvað time machine dæmi. Já, það. Eða veist bara svona að hún fór actually aftur í tíma. Já, actually orðin það sem hún preachar. Já. Ég skil. Já. Ég var að vona það bara því það var skemmtilegt twist að Já. það væri ekki eitthvað svona sem einhver var útskýring áskilur. Einmitt. Það er alltaf góð pæling. Mér var ekki búin að það hug. Ekki? Nei. Að hún færi bara actually. Þú veist, aftur í tíman, skilur. En hvað varst þú það að hugsa? Ég var bara eitthvað svona, þú veist, ég var bara ekki að skilja, þú veist, skildalega hvað er að gangi, en ég var ekki að skilja, Hvað plottið verði? nei, og svo þegar hún segði hún að fundi eitthvað svo lítið mikrofón, þá var ég eitthvað, er hún í alveg, er það Truman Show? Það hefði verið geðvikt Já, líka. þú veist, ég hugsaði það, Ég af því að hún hugsaði hélt líka, það. Já. Og ég, þú veist, þannig Ég ég var var að svona, vona það líka. já, ég var svona, ætlaði að sé kannski bara rétt hjá henni. En það var meika ekki sens að því hann var náttúrulega alveg beitir henni líkamlega ofbeldi. Já, og svona. og hún eitthvað, þú veist, það meikir Já. eitthvað sans að eitthvað myndi sína það. En svo var bara svona samt, jú, kannski. Skilur, Já, þetta var svona, já. það var svo skrítið að komast inn í svona ógislega unlikable character's head. Já. Sorry, þetta að segja þetta alltaf ennsku. Já. Og bara ekki viðkunnulega þessi kona. Nei, hún var það ekki. En maður var samt bara eitthvað svona, það var svo eitthvað interesting að hlusta á hana, hugsa hvernig hún horfði á aðra og hugsaði aðra. Hún var smá fucked. Hún var svo fucked. Já. Hún var alveg gaggalega, sko gúgú. Já, við farum yfir nokkra punkti þarna, áður en við förum úr einu yfir í allt hana. Þegar þú byrjaði bara bókinni, hvað helst hún yrði um? Vá, ég veit það ekki. Ég held að það væri bara eitthvað smá svona satire á svona ballerínaform og Nora Smith típuna sem er samfélagsmiðlum og ég veit það ekki, ég veit ekki alveg. Nei. Það gerði svo hrætt að hún fór allt í henni aftur í tíman. Já, true. Það er rétt. Ég var einmitt eitthvað svona, þú veist, þegar hún byrjaði og ég eitthvað svona influencer, ég svona, wow, bara komur óvart að ég bara lít bara að playa þessar bóku vissi ekkert hvað var. Same. Þannig að ég svona einmitt, ég held að þetta yrði svona smá agenda gegn áhrifavöldum og ég var svona smá svona, nú er ég hlusta á þetta. Það skilur þú veist, einan og gaggrinin, það var svona það sem ég einhvern veginn svona hugsaði. En ég var svona alveg spennt að heyra, en já, það var svona sem ég hugsaði. Fannst þér hún, þú veist, hún að halda þér spenntri allan tíman? Það er spennt fyrir bókinni. Já. Mér finnst ekki, ég var aldrei eitthvað að drepast á leiðindum með eitthvað þannig. Nei. En þetta var svona, að því maður var alveg svona, hvað er hún að hugsa, hvað er hún að segja? En ég var alveg með þetta á tvissun speed, skilur. Og svo þegar gerist eitthvað spennandi, þá þurfti ég að hægja á, skilur. En já, ég held mér alveg efni, sko. Já,
Já, þú veist, það sem gerði mig spenntast það var að koma að staði hvað í anskotum er í gangi. Það er málið, þess vegna var ég bara, ég varð að klára þetta. Já, alltaf. Já. Þetta er ekki svona DTF, þú veist, þetta er bara, Nei. maður þarf að klára þetta, Ég verð að vita af hverju hún er aftur í tímanum, skilur. Já, Er það reality show, er það einmitt, time travel, hvað er það? einmitt. Og þú veist, einmitt, kannski búin að koma að því, en þú veist, hvort endurinn sé þá það sem við byggumst við hann yrði, en nei, ég var ekki búin að fatta þetta plott. Nei, að hún hefði bara svona útskrúað sig. Já, og greinlega með sviti í leiðinni. Já, misti viti náttúrulega. Já, þú veist, Og átti að vera okkur í lyfjum og já, þú var veist, þetta inn út af því og... skrýta að glíma, þú veist, En að því hún heim gleymdi... börnin sem voru búin að fæða. Já, hún var ekki á lyfjónum. Já, Það var þetta tónik sem var verið að gefa henni. já, Þá þegar hún er að klokka svona inn í hinn heiminn aftur, þá er hún örugglega bara rétt stað hinum megin, skilur. Þannig að þú veist, þau voru svona vöni að missa mömmu sína. já, crazy. Já, það er alveg. Já, en nei, ég var ekki búin að, þetta er ekki endurinn sem ég bjóst við. Ég var ekki alveg að skilja hvað ætti að verða úr þessu. Börnin var ekki nákvæmlega börnin hennar, en samt smá börnin hennar. Og hún kallaði hann líka alltaf Old Caleb og eitthvað þannig. Já, Sem þetta smá gefins þá. Hann sé bara eldri útgáðan sjálfur sér, skilur. Já, nákvæmlega. En samt margt öðruvísi við hann, sko. Já, náttúrulega, hann fær ris og svona. Já, Mhm. kom óvart. En það er svona pælingi hvort það sé að því að þannig er hann meiri maður, áður var hún meiri maður, eða veist, var að tuska hann til og hann var bara glíði peð. Þannig er hann með stjórnina, skilur Já. við það ekki. Þetta er alveg verið. Ég veist það mikið sens hvað ég hugsa. Jú, þess að einhvers þar er agenda í þessum skrifum, Já, þannig að þú veist, það er það hlýtur spurning hvort að já. þetta sé Eitthvað symbolisum eða eitthvað. það sem hún var að pæla, sko. Rithöfundurinn. En á lífinu bara, mér skrítið að hann bara fari úr því að vera þetta litla peð yfir í að beita henni ofbeldi. Það er svona meika þetta ekki sens fyrir mér að þetta veri samigur. Já, og líka bara róma okkur ekki hafa ekki rafmagn og eitthvað. Já. Og þú veist, ef þú ætlar að fara alveg off the grid, þú getur alveg verið með eitthvað, ég skil ekki alveg, okkur þú fara ekki með neitt til að sóta þessar sár og bla bla bla, skilur. Fara bara First spítala aid eða kit. eitthvað, já. Þú væri alltaf með það ef þú mútti gera það. Off the Já, grid. Já. Og okkur þau eru að þykjast að taka bara limmið hana eplunum og eitthvað, til þess að láta hann, halda að hann sé að gera það. Ég skildi þetta ekki alveg. Hver er Nei. tilgangurinn? Tilgangurinn var held ég bara til þess að, þú veist, halda henni í þessum heim. Þannig að, þú veist, hún mátti aldrei sjá neitt sem að, þú veist, að En hún... af hverju? Já, en líka það sem ég spyr mér, sko, hvað með alla hinna? Þú veist, þetta er svo ósækjant hvað öllum hinum. Þetta er alltaf enda hann ekki alveg fangilsi og eitthvað. Jú, svo er það skilur, þú veist, og það er alveg rétt, þú veist, það er svo sem rétt rendi á þetta. En hvernig, akkur kom þessi, Clementine aldrei fyrr? Eða þú veist, skildi það ekki? Bjarga systkini Já, sínum? það, akkur þetta einmitt tímapunkturinn, en þú veist, það var bara plot of the story, skilur, en já, það er góð spurning, skilur, akkur var hún ekki löngu búin að taka börnin út af þessu aðstöðu, þú veist, hún hafði Systkini, tök til þess, já, Og hínu bræðinu bara ykkur öðrum kofa á hliðina. já, skrítið dæmi, sko. Já. Það var svona steikt pæling, sko, já, en hérna, en þess vegna er þetta líka bara vinsæl bók, held ég, að því Já, að fólk er með það svo lætur mann ógisla, já, og svona misjafna skoðanir, skilur, og þú veist, það er svona stórt umræðu efni, þú veist, yfir þú veist, þessa bók er svona okkur ætli fólk sé svona heilla þessu tradwife contenti. Bara yfir höfuð þá. Já. Já, mitt. Veit það ekki, bara svona, örugglega í svona heimi sem er allt til að actually maður gæti gert þetta sjálfur allt, skilur Já, og from scratch og ég veit það ekki. Líka bara, þú veist, ógeðslega mikið bara svona afbrýðsemi, held ég. Eða líka, þú veist, það er svo ógeðslega breytti tíma, núna eru konur með miklu meiri, þú veist, bara völd, stjórn, þú veist, frelsi og sem er náttúrulega bara mjög góð þróun, en ætli það sé ykkur svona, þú veist, að fólk sé heilla að þessu kontenta því að þetta er svo fjarri því sem að við erum í dag. Þetta er líka svona, fólk horfir á þetta því að það er svona pirraðið því að við erum komin þangað og þú ert þarna, skilurðu? Líka það, Þetta er já, alltaf bara sammála, 50-50, sammála, skilurðu? já, einmitt, Þetta er svona Nara Smith gengi gegnum ógeðslega mikið heit fyrir það sem hún er að gera, Já. já, og bara verið að gera grína en líka bara svona búa til bara eitthvað, þú veist, Fruit Loops from scratch, skilurðu? já, sprinkles. Já, og svo fer hún samt í Target, Já, 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 og kaupir eitthvað nammi handa bönnunum sínum og
Varstu ekki með Nara Smith bara í haustmaður þegar þú varst að hlusta á þessa bók? Jú, en hún er svona meira eins og þessi ballerína farum gæla. Já, ég þekki hann ekki vel. Hún er svona, þú er alveg síðan hana. Þú veist, Nara Smith er smá inspired af henni. Hún er svona Ok. Ég myndi alveg segja það, maður byrja að sjá hana fyrst. Og hún er alveg svona on a farm, skilur. Þetta er smá líkt Hún er ekki Gucci kjól að búa til sprinkles. Nei, hún er bara í svundunni og skilur. Þegar Nara Smith er svona modern útgáfa af, þú veist, Nara Smith er alveg íkon, sko. Ég elska Nara Smith. Ég elska hana. Hún er líka bara, við fengum okkur Wingstop, hún blandar þessu, þú veist, hún er modern, hún er líka bara í Louis kjól, sem bara þvílíkt extravagance að búa til sprinkles. Hún er svona að blanda þessu, þú veist, þessu nostalgíu konsepti. En hún byrjaði samt alveg sem bara smá svona rage baiting, að þú veist, hún var alveg að reyna að rage baita, skilur. En svo byrjaði hún eftir að hún var gagnrýnd að blanda þessu meira og sína hún fær sér fyrir target og fyrir eitthvað bla. En þessi gæla ballerinaferð, hún er alveg búin að, þú veist, það er búin að spyrja hann út í bara eitthvað, það er verið að gera grína þær enna. Bara í þessari bók? Bara, já, hún var með eitthvað svar og eitthvað, en hún... Já, ég sé þessa. Þegar ég sé þessa. Jú, verið að tala um þessa bók? Já, þessa bók. Ok. Það er allir að tala um bara þetta sé... hana. Ég sé bara húsi fyrir mig svona og eitthvað. 100% líka. Eins og hennar. En jú, ég hugsaði alltaf fyrst um Nara Smith, en þú veist, hún er basically on a farm. Já, þessi er meira... Hvað sem heitir Ballerina Farm. Já, þessi meira eins og bókin. Já, ég er sammála. Searchið Ballerina Farm eða vil ég sjá hvað um talum á TikTok. Þetta er nákvæmlega sem ég sá. Já, hún er alveg með merch og er að selja svundur og þetta. Já. Einmitt. Þetta er bara... Þú veist, Nara er ekki þar. Nei. Held ég allavega. Jú, kannski, já. En hún er samt blandar eins og við vorum að tala um modern mjög mikið við. En hvað hefur þessi ballerina farm eitthvað að tjá sig um það þegar það er búið að vera að segja gesturýr? Það var eitthvað spurtan út í það. Hún kom með eitthvað svar út frá þessu sem var samt eitthvað við til. Finn það bara. Já, það er náttúrulega verið að tala svo mikið um Tradvibe líka dæmið bara. Veitu, ég ætla að reyna að finna það. Ok. En annað líka svo stórt umröðefni í bókinni, þú veist, þess að fólk er búin að vera að pæli er þetta bara saklaus fagfræði, bara pæli í þessu og horfa á þetta og dalala, eða gæti þetta verið hættulegt? Þú veist, er þetta orðið, að því þú veist, eins og voru að segja hann, þú veist, þessu ógeðslega breyttu tímar og konurnar hafa svo ógeðslega mikið að gera þetta, dalala, og er núna líka verið að segja okkur að þú búið til þitt eigi brauð og þú mátt ekki dalala. Þú veist, þetta er alveg líka smá svona engin eiturefni í dæmi. Já, þessi bók er náttúrulega bara ein stór svona satire. Já, hvað þýðir hún að vera satire? Svona umdeila eða nei, það er bara að gera grína einhverju, skilur. Það er bara basically, þú veist, þú sér þinn í hausna og hún er bara smá kúkú, já. Þannig að það er bara basically verið að gera grína af þessu karakter, skilur. Með því að skrifa hann svona unlikable og með þessar hugsanir og trúnennar og allt þetta, skilur. Og hvernig hún er, þú veist, hún er ógeðslega eftir á og með við bara ádilunum systrannar, skilur, og mömmennar, þá er hún einn sem er föst í þessu dæmi. Þú veist, mér finnst að vera meira svona spegla ljósi á það, heldur en að rómantæsa þetta líf, skilur við. Já, það er akkurat alls ekki rómantæsa, sko, en það er einmitt kannski, ég bara opnar augun mín, það er, nú skil ég bara betur að vera að taka svona pólinn, að því að gera grína þessu og gera lítið úr þessu til að sína hvað það er fárlegt. Já, mér líður þessi þannig skrifa frekar. Þetta er, bara þegar þú sagði það. Og svo bara við ætlum að láta þig alvörinu búa þarna, þú getur það ekki. Já. Dóttiðin er bara að sjá þig, skilur, eða þú veist. Þetta er bara 100% það. Þetta er það. Þetta er bara 100% það, þú bara nöldir þetta. Já. En hún segir í einhverju viðtali bara að hún veit af bókinni og veit af umræðinni og hún bara, I have enough of an online presence to know people love to be entertained. Hún segir ekkert með þetta. Ok. En það kom allavega svona eins og hún var ekki búin að lesa bókina, skilur. Já. En hún bara svona, skilur örgulega. Já. Ég held maður gæti ekki lesa hana. Nei. Þú veist, ef maður væri hún. Já. Ég myndi bara sleppa því. Já, algjörlega. Bara, þú veist, heil bókum að gera lítur skilur. Já. En þú veist, er þetta bara, hvað finnst þér? Er þetta bara saklaust? Get þessi skilaboð sem við erum að sjá núna hjá svona influencerum, geta verið hægt? Já.
þú veist, mér finnst það ekki að orða mig, sko. Ég veist, er það ekki alltaf bara bottom line to each their own? Já, mér Ég finnst gaman horfi að ekki á- horfa á þetta. Ég horf ekki að Núri Smith og sé hana baka Ég sinni er einn aldrei að- sprinkles og hugsa, guð, ég get ekki keft sprinkles í bónus fyrir bönni mín. En það er auðvitað eitthvað fólk sem hugsa þannig. Ég veit það. Bara hún er ekki að lítið á mér að ég kaupi springul sem ég hef ekki tíma Já. í þetta, ég er bara Já. reytinga, skilur. Já. En þetta er bara, fyrir mér er þetta bara efni, þetta er bara content. Fyrir mér er það líka, en svo það sem ég er að segja, en það er svo réttu punktið það líka, svo það er ekki þannig fyrir alla. Þetta getur þetta að vera hættuleg skilabóð fyrir suma. Það er alveg margir sem kannski bara hugsa þannig, skilur. En svo, Taka bara ekki svona, Já. taka öllu nærri sér, taka öllu sem árása sjálfa sér, skilur. og svo líka, þótt maður haldi að maður sé bara, þetta býtur ekki á mig, þá er þetta samt alveg kannski undir með þetta manni, skilur Já. fattar þú veist, kannski er þetta eitthvað starf að maður sé Já, að horfa á kannski. svona efni. Svona sumt sem hann gerir fyrir börni sín líka, þá var svona, já, veistu, kannski ætti maður að íhuga þetta, skilur. Já, þú veist. Hvað gerði hún? Hann gerði eitthvað nammi eða eitthvað. Sem var bara gett einfalt, skilur. Já, einmitt, og bara svona, akkur myndi ég ekki bara gera það? Já, en þú veist, auðvitað, ef þú hefur tíma og fær borgað fyrir að posta því, Já, það er þá alltaf auðvitað ertu bara að búa til eitthvað obscene auðvitað. uppskriftir. Auðvitað. Fruit Loops from scratch, Já, sprinkles. einmitt. Þú veist, hún er búin að gera svo ógeðslega mikið. Þú veist, já, ég held að hún sé lóki bara hlæjandi, sko. Já, ég held að hún sé lóki Heldur hún sé bara að gera þetta heima með þér án þess að taka þetta upp? Nei, Ég held ekki. ég held ekki heldur. Heldur hún sé með svona eins og, hvað hétt áttur hana sem hún réði inn? Ég veit ekki. Já, í bókinni? Já, Já, bara svona, social media manager, Shannon, nei, hvað hétt hún? personapíuna. Gellan sem á sáði á manninu með það? Já, hún er svo social media Já, manager. hvað hétt hún? Já, hvað hét hún? Ég gleymi alltaf þessu nöfn. Já, ég líka. Minnur hún þetta Shannon eða hvað, ég veit ekki. Já, er ekki eitthvað þannig? Já. Æ, ó, það er umrættur sem hún að heldur gleyma. hún sé með þannig? Já, Já, bótt. 100%. Pældi hún þarf ekki að klippa þetta sjálf. Nei, hún var að gera voiceoverið bara sem er texti, skilur, Já. sem var bara búið að skrifa fyrir hana. Já, hún er ekki, já. Það er búið að skrifa hennar texta. Ég hef gert svona alltaf vídeo bara í hennar stíl. Já, Þetta er vinna. vinna sem ég hef bara gert á æfinum. Ég er ekki eins og að gera from scratch. nei. Ég er bara að gera geggjaður uppskrift og tapas. Bara eldur Já. sig, allt skilur fucking messi. Já. Þú veist, það er bara eitthvað sem þrýfið á eftir hana. Ég trú ekki að það. 100%. Það byrjaði örugglega ekki þannig. Nei, en hún byrjaði, þú veist, svo lítið er postið að spóla ykkur ára aftur í tíman og sjá hvað þetta er meira ráð þá. Já. Skilur, hvað pælingin er allt önnur. Einmitt. En já, þetta er svona spurning, eða þú veist, svona bókin spyr okkur, langar okkur virkilega aftur í gamla dag. Er það betra, er það flottara? Já. Ertu flottari en aðrir að því að gera allt svona, skilur? Já. En það var samt aldrei svona, já, þessari gellu til að byrja með, það var ekki hennar draumur. Henni Nei. langaði alltaf að verða eitthvað meira, Já. skilur við, eða meira, alltaf bara ekki að vera heima undir, skilur við, en langaði alltaf að fara í nám og eitthvað þannig, Já. þegar hún er að tala við hann, svo bara neini, en bara eitthvað tímann, skilur við, Já, en gera svo alltaf lítið úr því. Já, en svo langaði henni líka að búa svona nálægt fjöllunum og hún líka tala um það. Og hún vildi náttúrulega bara að hann væri að afla tekna, skilur við, Já. svo vildi hann bara vera leikskólakennari, er líka að gera lítið úr því, skilur Svo er það, reyndar, góð punktur og hún er svona sem er búin að einmitt. Já, hún gerir það. Hún basically bara segir hans í aumingi fyrir að vilja vera leikskólakennari, vilja vera bara um börnunum og þú veist, maður sér þess að gegnum hennar augu, það er eins og maður ætti að sjá eitthvað annað POV, þú veist, eða kæmi eitthvað bók nummer 2, sem var bara Clementine POV, skilur við, Já. og sjá hvernig þau sjá hana, þú veist, kannski bara maðurinn er bara geggjaði gaur, skilur við, Já, einmitt. hún bara talaði um að bræður hans hata hann og Og hún var líst alltaf bara sem bara eitthvað lúsir sem hengur um bara reddit þráðum. já, Þú veist, hún var bara líst þannig, skilur við. náttúrulega líka alltaf að horfa á fullorðinsbólur. Já, og fullu YouTube fíkill í það. Já. Svo hann bara líst sem lúsir. Já, Þú veist, mér finnst þetta var svona, þú veist, ef eitthvað gaur fyrir ekki út í tölvuherbygginu sinna þegar hann horfa á klám og á reddit þráðum að horfa á YouTube-myndbönd, þú veist, auðvitað, það hljómar, þú veist, en þannig er hlutverkin líka skipt, skilur við, einhvern tímann var samfélagið þannig að það var svo samþykkt að þeir gerðu alla vinnana og þær væru bara innan gæsalappa, ger ekki neitt.
Ég veit ekki, þetta er mjög stór ádölu bók. Já, og svo líka náttúrulega bara hvernig hún, þú veist, þegar hún eignast fyrsta barnið sitt og það, hvernig hún var að hugsa bara hvað hún vildi ekki vera móðir og bla bla bla, en þurfti að vera móðir út á trúnni og Já, þannig að hún basically sett upp þetta líf þennan plattform og þetta áhrifaldadót bara út frá fölskum forsendum. Þú veist, það var ekkert að þessu sem hún elskaði. Hún var ekki neitt að þessu. Hún var ekki svona að rækta genuine mat eða, þú veist, þú voru með þarna einhver olíu sem sást okkur myndmannstu, þú veist, ég man ekki hvað það var. Og með fullt af workers. Það var ekkert genuine við þetta. Hún var bara alls ekki genuine mannesk. Nei, en hann langaði að gera þetta. Hún alltaf varð óvart áhrifaldur. Já, hún svona einmitt. Hún postaði bara einhver mynd og það bara fór viral. Já, því hann var okkur þræði. Hann var okkur svona Zoom-fundi, eitthvað námskeiði. Já. Það sem var að vera að tala eitthvað svona racing on farm, eitthvað svona, og það maðurinn þar talaði hennar prófíl. Já. Eitthvað Einmitt. Já, þú veist, Natalie, náttúrulega sem bara svona karakter, þú veist, hún var óþólandi. Hún var bara svona, hún var óslega twisted, skilur. Já, en hún vildi líka alltaf blóta, en gata það ekki út af trúnni. Já. En þú veist, það er ekki hún, skilur. Að blóta? Nei, að vera greinlega trúið. Nei, greinlega ekki. Þegar henni langaði bara ekki neitt, Hún vissi ekkert í hvert fótinn og stegir skona. Hún veit ekkert hvað hún vildi vera. Já. Hún vildi ekkert, hún var bara í mótsögn með sjálfa sig alla bókina. Og var allir vondir í hennar huga. Nákvæmlega. Nema hún. Þú veist, var hægt að vorkenna henni? Nei, ég vorkenndi henni ekki, sko. Nei, ég átti erfitt með það. Ég var ekkert að vorkenna henni. Já. Mér fannst samt alltaf leiðilt með hann að hann hefði verið að sofa hjá manninu mennar. Já, auðvitað, fucking glata. En ég skildi það líka, það fannst mér eitthvað skringilega. Ég hélt að mér drepa hana þá. Já. Þegar hún kyrst hana. Já. Ég var bara, ok, plott sem ég myndi ekki í hug. Já, bara she's a murderer. Já, svo fór gerst það ekki, ég bara, ok. Já, en þú veist, mér fannst það líka mjög skrítið apparat að hún hefði alltaf henni sofið hjá honum. Þegar henni fannst það ömurlegur. Fannst henni? Já, en hún var alltaf að kenna honum og þá komst hún, hann var bara ráng upplýsingar hann, skilur, og þú pappan svona líka ykkur vitlýsingur. Já. Þessu gæi er bara búin að, það er bara búin að alar illa upp í rauninni, bara fæðan að vill sem upplýsingum, en þú veist hvað, ég veit, til hvað svona sofa hjá honum. Hann langaði ekki að fara með honum. Nei, meika svona lítið sens, en ok. Þegar hún sagði hana, eitthvað, honey. Oh, Natalie, doesn't get hard for you. Eitthvað svona, damn. Það ég sem er í kirkjana. Já, það var rosalegt. Það var rosalegt. En ég held að myndi vera svona meira eitthvað úr því dæmi. Já, líka fyrsta bókin sem við hlustum á sem hann ekki bara, hann er með stærsta tipp í heimi sem alltaf herðast í heimi. Hann bara með, já. Vinnan. Já. Það er fyrst skipti, já. Já, þetta er fyrst skipti. Við erum dálítið vanar að hinnu, sko. Já, þetta kom alveg óvart, sko. Já. En já, þú veist, þetta var svo líka, svo var náttúrulega mamma hans, sem var með pappa hans, sem var náttúrulega bara eitthvað pillufíkill, skilju, en var alltaf að blandaði hún í búðing eða eitthvað. Þú veist, hún er líka augljóslega svo representer af annari típ af konu. Konu sem að fær allt upp í hendunar, er rík. Já, not happy though. Þess að við fengum að sjá allar versjónu. Einu sem var að vera hamingjusum er systrina sem skildi sig með manni sinn og var eitthvað einstæð móðir. Já, sem var hraunaði yfir fyrir. Já. Nei, betur, var hann ekki lesbía í lokin? Nei. Gifti hann ekki konu? Nei, presti. Var hann ekki kona? Var prestur? Það var eitthvað miskilið, en allan að... Hvað sé svo miskilja? En allan að tala um þessi prestur viðurkenni samkynneið fólk, þú veist. En mér tók eins og presturinn væri maður. Hún var brjáluð yfir þessu dæmi út af presturinn og konu. Myndi mig, en ég maður ekki. Já, ok, ég kannski miskildi það, eða þú, annarkvort okkar. Já, annarkvort okkar. En skiptir ekki máli, en þú veist, en nákvæmlega, þú veist, hún gerði eitthvað sem er svona samfélagslega kannski bara allt, það er alltaf í lagi að skilja og það er alltaf í lagi að vera einstæð móðir og það, þú veist, en það er kannski það sem fólk svona, ennþá í dag er smá svona, skilur, það kemur alveg upp á milli, eða þú veist, getur alveg gæst að fólk segja eitthvað svona, þannig að bara skilja eitthvað, en einstæð með eitthvað hérna. En hún var bara hamingjusömust. Já, hún var það. Já, og svo mamman er eitthvað grútt að viðurkenna eitthvað, það var eitthvað slíð sem hélt frá mér á babbaðinum. Já,
og þá er líka roles reversed, þannig dæmi skilur Akkurat. Í andlitið hennar, Já. Önnur svona stór Já. spurning í bókinni, sko, var, hvað gerist þegar samfélagið ætlast til fullkomnar móður? Þú veist, að þarna erum svo ógeðslega mörg versjón af mömmum. Og já. Það vildi í rauninni öll börnin bara, eða það sem vissi að Abigail vera hjá henni. Mást ekki, hún var alltaf móðguð í því, og systir hennar. Já. En þú veist, mér finnst bókin bara, ef ég ætti að svara þessa spurningu, þú veist eitthvað, hvað finnst eitthvað, þegar samfélagið ætlast til fullkomna mamma, mér finnst þetta bók bara sýna okkur það, eitt og sér, að það er ekki til fullkomna mamma. Þú getur verið mamma sem býr til allt frá grunni, það er ekki fullkomin. Þú getur verið mamman sem að, þú veist, átt fullt af peningum og ríkan mann og ert bara heima allan daginn, þið líður illa. Þú veist, skilurðu, það er alltaf að fara að vera, þú veist, það er ekki til fullkomin manneska. Alls ekki. Ég veit ekki. En svo einmitt líka tala mikið með, þú veist, Caleb, þú veist, er hann jafn slæmur og við höldum, en það er málið. Það er rétt hjá þér, þú veist, þegar við sjáum þetta ekki frá við heyrum þetta bara frá henni. Já. Þannig að það þarf ekkert að vera hann sé eitthvað hrikalegur. Nei. Það þarf ekki að vera. Kannski er allavega fyrri Caleb, skilur, ungi. Kannski er hann bara geðið miskilinn í gegnum hana. Já, ég er að tala um fyrri, já. Já, hún bar aldrei virðingu fyrir honum, skilur. Aldrei. Það er svona, þarf maður svona annað pófa af þessu. Einmitt. Þannig að maður velta fyrir sér, sko. Já, það er alveg, þú veist, einmitt. En satire er svona skopmynd. Já, ég skil, svona, einmitt, svona eins og svo oft teiknað. Já, einmitt, já. Það er bara basically verið að gera grína þér, skilur. Já. Og það er svona bara íkja karakterinn þvílíkt. Já. Bara gera hann hræðilegan, skilur. Já, einmitt. En já, þú veist, já. Já, alltaf, þetta er alveg mjög umdeild bók, sko. Já. Út af að, það var að gera grína svona íhaldssömum konum, skilur basically. Sem er alveg ennþá hópur af fólki. Og trúið konum, basically. Þegar hún talar mikið trúna og að þetta sé rétt og ekkert annað, allt annað er ránt, skilur. Þannig, jú, vissulega, þetta er alveg, þú veist, að vera að gera grína því. Já, klálega, 100%. Það er líka svona, þú veist, hvernig fólk getur að lesa gegnum það svona smá hot takes að Natalie sé ekki versti karakterinn, en það sé raun og veru samfélagsmiðlar sem er raun og veru illmennið. Ég fæði ekki út úr þessu, sko. Mér líður þessu samfélagsmiðlar voru ekki það sem var að hjá henni. Nei, mér fannst þess að væri meira hún. Já. Þó að það var allt fake online, skilur, en það þarf ekki að vera það sé samfélagsmiðlar. Nei, þú veist, því að við heyrðum í henni behind the scenes líka og það var hann gaggú. Líka, já. Áður hann byrjaði á því. Já, þú veist, já, þetta er svona, þetta var yesteryear, já. Já, ég skil bara aldrei af hverju maðurinn hennar fór bara ekki frá henni og eitthvað þannig, í staðan fyrir að vera bara með henni í þessari fortíðana. Já, kannski var hann bara happy inn í herberginu sínu að horfa á klám, skilur. Hann fór alltaf yfir til strákarinn sinna að horfa á sjónvarp og hann var ekki með sjónvarp þarna. Já, þú meina í seinni? Já, það var hann gaman. Já, var það ekki bara til þess að... Hann alltaf vissi aldrei hvað hann vildi drengur. Nei, svo var það. Ég veit ekki. Kannski loksins fell like a man eða eitthvað, þú veist, að því að þarna var hann með völdin þegar komin hann í seinni tíma. En allan að fínt endir þannig sé að bönnur hún tekin að henni og hún handtekinn. Já, þau bæði. Já, jú, er það ekki? Mynd það alveg. Já. Nú mann ég ekki allt nú vel. Nei, en líka alveg svona smá, þú veist, þessi gælaðna sem ég guðum og góður, get ekki minna hvað heitir, kom að það bjó inn á þeim, skilur, sem að svaf síðan hjá Caleb. Veist, Shannon. Já, það er alveg crazy að hún hefði bara verið að taka hana upp og hún var alveg að sapna í þetta. Já, Clementine var alltaf að taka upp fyrir hana líka. Já. Hún gaf henni síma. Já. Það hlýtur að koma eitthvað henni á pofdæmi. Já, það er smá kannski eins og þessi sagði sig ekki alls sögð. Nei. En þú veist, það samt finnst mér ekki þurfa að segja neitt meira. Nei, ég alveg sett sko. Já, þú veist, ég þarf ekki að vita hvað Clementine fannst. Nei, ég get alveg ímyndað mér það bara. Já. Henni fannst það leiðilegt. Já, ég veit. En já, þetta var bók. Já, ég hafði alveg gaman að þessu, að þetta er svona
bara svona umdeilt, skilurðu. Já, ég fíla Gaman að alveg, vita hvað það er að tala um. Veistu hvað ég fíla meina? alveg pælinguna, sko. Já. Ég fíla ádeilu pælinguna. Og kannski eitthvað sem líka bara, já, kannski worth thinking about eitthvað af þessu. Og geta allir tekið til sína punkta að vilja, skilur. Þetta er alltaf bara svona aftur áminningum með samfélagsmiðlar sé ekki akta. We should all know that by now, skilur. Já, Að það er að leyti. búa til smá djöful úr okkur áhrifaldi, skilurðu. Hún er. Já. Þú veist, það er eins og allir áhrifavaldar séu bara sæku í haustum Já, og bara já. hati hvað er að gera en bara brösti. Já. Sumum actually finnst það bara gaman, sko. Og Já, eru já, ánægðir í klálega. vinnunni, skilur. Einmitt. Á, sumir við. Já, Elskum það. já. Þú veist, það er ekki eitthvað eins og ég er eitthvað Nei, en svo eru vissulega örugglega einhverjir sem alveg hata og eru bara fake allt sem þau gera. 100%. Klálega. Það er alltaf Margir sem bara eiga ekki að vera á samfélagsmiðlum, Já. skilur. Þú veist, ættu bara bara Já. lokaða kontinu sinum. 100% af því að þú veist, já. En þetta er svona, en auðvitað bara, Já. já, trætvæf lífi var ekki fyrir mig, sko. Ég gæti alveg smá træt life, sko. Já, Ekki fara að make allt from scratch, en mér langar alveg að búa á svona farm. já. En ég myndi samt alveg líka vilja fanta með pítsu og eitthvað. Já, þú veist, ég elskar að keira Tesluna mína og bara, Já, þú ég myndi alveg vilja eiga X-pengið minn, sko. Já, En ég væri til í að búa á farm. ég skilji. Ég þarf ekki að fara til 1800s. Mér langar bara dýrin og... Já, þú veist, og bara sem verðum þetta í kringum þig, Já, en og- ekkit endilega, Og þú svona veist. the aesthetics. Já, ég skil það, við ógust að falli sjón. Mér finnst svo flott svona, hvernig svona, allavega eins og þú veist, ballerinafarm og þannig narasmið. Ég elskar svona þannig, svona sænska sveita stílinn, skilur. Ég er alveg sammála því, mér finnst það mjög fallegt. En ég myndi alveg vera... Þú veist, ég þarf samt alveg mitt Dominos og eitthvað svona Klálega, dæmi, skilur, klálega. þú veist. Já. Þannig, þú veist, ég bara... Já, ég væri til að vera kannski Maximus og hún líka. Já, þú veist, ekki eitthvað mikið Ekki of langt lengra, nei, því að við elskum líka bæinn Já, og, já, þú já. veist, þetta er erfitt. Já, það er að selja eitthvað í mús og einhverju svitapæði. Já, þau veit það. Nei, þetta var, já, ég er alltaf ána að hafa tekið Já, þessi ég er bók. ekkert, mér finnst það ekki eitthvað leiðilega. Nei. Þetta er bara svona líka leitt mann hugsa bara. Já, og þú veist, ég er ána bara að hafa tekið bókina og geta tekið þátt í umræðinni og kannski umhugsunarefni. Já. Getur sagt það? Já, get sagt það. Það ekki? Við ætlum að finna nýja bók og posta því á Instagram með okkar Já, tilboðið. fylgist með á Instagram. Já, setjum nýja bók þar. Ágústabókin. Ágústabók, má ég velja? Já, Ok, dammelsmanninn þinn. Já, kom að það. Þá vil ég fara í... Ó, gott. Nei, ég ég tek þetta bara. nenni ekki að fara með þér í eitthvað fantasíu. Það er kannski eitthvað. Það er mjög mikið að vera að tala um hana eina. Ég mani, Alchemist eða eitthvað. Nei, hvað heitir hún? Eitthvað. Ég finnst eitthvað þannig. Já, það er eitthvað sem við tala mikið um, sko, sem á að vera alveg svona geðskemmtileg. Sem ég er smá spennt fyrir, en ég veit ekki. Ok. Af því að mikið er að mér finnst gaman að vita hvað fólk er að Sástu að tala um. Nara Smith elskar fantasíubækur? Já, ég sá það. Koma óvart. Já, ég elska það. Já. Þú veist, ég elska svona plott, Já. veist. Næs. Hún er bara Hún var bara að tala um allar. hún er bara að lesa um Rísand og eitthvað, svo Já. Já. Tamlin og Já, eitthvað. og bara Satan og allar sko bara, og all þessi kynlífsatri. Já, í já. þeim bókum. Hún er lucky, sko. Já, þannig hún er bara alls við. Já, já maður. She's just a girl. Just a girl. Já, við postum Ágústabókinni og látum við vita. Já. Þannig til næst. Bye.